Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá er komið að skólamálum. Við höfum verið með það hérna í vikunni. Við vorum með leikskólana á mánudaginn, framhaldsskólana í gær og við verðum með tónskólana á morgun, en nú er komið að grunnskólanum og hér er komin fríður hópur fólks til þess að ræða stöðu grunnskólana. Það er Þorsteinn Sæberg, hann er formaður skólastjórafélags Íslands. Mjöll Matthíasdóttir, hún er formaður félags grunnskólakennara. Gróa Axelsdóttir, hún er skólastjóri í Stapaskóla í Reykjanesbæ og Kristín Björnsdóttir er formaður kennarafélags Reykjavíkur. Verið öll velkomin. Hugmyndin á bakvið þessa umræðu er það að það er búið að ræða skólamál svolítið lengi og við höfum svo sem rætt mikið við skólamál hérna við Rauðaborðið, en svona mér finnst það í sumar kannski hafi verið svona áberandi að það væri umræða svona utan kerfisins, að tala að það sé eitthvað svona öfl utan kerfisins sem vilja aga þau og laga þau til, og þess vegna hef ég fengið hingað svona forystu fólk úr stéttarfélögum kennara og svo kennara sjálfa til þess að ræða skólakerfið. Og ég hef byrjað þessi spjöll á því að reyna að fá ykkur til að draga það fyrst fram hvað er gott. Ég vitna alltaf í þann argamann Bill Gates þegar ég segi þetta, að hann sagði eitthvað hann nennti ekki að tala hvað var í lagi, af því að við þyrftum ekki að breyta því, við ætlum bara einbætt okkur að tala hvað var að við getum breytt því. En það er eins og mikilvægt að byrja á því að átta sig á því hvað við höfum sem að við viljum viðhalda. Ég má bara taka hringinn hérna og byrja hérna á þér, Þorsteinn. Já, takk fyrir. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að koma hérna í þennan þátt að ræða skólamál. Það sem ég myndi kannski segja að væri gott við skólakerfið í dag er að skólarnir hafa þróast á síðustu árum að var jákvæða hátt hvað varðar breytt umhverfi og hvernig við nálgumst börnin og í menntun þeirra. Skipulag skólastarfs er með allt öðrum hætti heldur en var þegar við þekktum bara kennaran standandi fyrir framan hóp og með prikið eins og við segjum stundum, en núna eru kennsluhættir orðnir gríðarlega fjölbreyttir, enda reynum við svo mikið í skólastarfi í dag að þjónusta hvern einstakling þar sem að þörfin er fyrir hendi hjá hverjum. Það er ekki alltaf að við getum það. Nei, það er nú kannski það sem að en það sem er gott við kerfið er að við erum að reyna að standa okkur í þessu í dag. Og það finnst mér kannski það besta við skólastarfið í dag, hversu mikið við leggjum okkur fram við það að nálgast hvern einstakling á hans eigin forsendum. Það er ekki byrjað því. Mjöll, hvað er gott við grunnskólan? Já, það er bara svo ótalmargt og kennarar eru að gera frábæra hluti út á akrinum á hverjum degi. Það er mikil gróska við það í alls konar verkefnum sem verið að prófa sig áfram með og reyna nýjar leiðir, einmitt til þess að koma til móts við þarfir þessa fjölbreytta hóps sem við höfum inn í skólastofinni. Og þó við búum við ákveðna námskrá sem er með uppfylla einhverjum hæfniviðmiðum, þá höfum við samt ákveðið frelsi, og mér finnst oft maður hefur innan viss ramma mjög frjálsar hendur útfærslur sem er gaman, vegna það er svo gaman að vinna með börnum og fá að fylgja þeim á þessum þroska ferli sem þau eru á inn í skólanum og vinna með þeim, og maður hefur svolítið frjálsar hendur sem kennar og getur gripið bara verkefni úr daglegu lífi ef eitthvað kemur upp og ég meina það kemur eldgos og þá förum við náttúrulega að nýta það inn í bara alla kennslustundir sem mögulega getum á ólíkan hátt. Þannig að það er ákveðið frelsi sem við höfum og kennar er bara að vinna frábært starf en vissulega við krefjandi aðstæður víða og við höfum örglegt að fara betri við það. Talað krefjandi aðstæður, Reykjanesbær Gróa, þá hugsa maður krefjandi aðstæður? Já, það er náttúrulega misjafnt eftir hverfum. Það eru 7 grunnskólar í Reykjanesbæ og í skólanum mínum, Stapaskóla, er ekki hátt hlutfall af erlendu börnum. Það er bara, samsetningin er þannig. Við ræðum það kannski sinna, ég ætla að reyða bara að segja hvað eru kostirnir í grunnskólanum. Kostirnir í grunnskólanum er áherslan á veljaðan barnanna í rauninni. Eins og þau eru búin að segja, við viljum nálgastu á einstaklingsmáta og reyna að finna leiðir fyrir hvern og einn. Það er áskorun, en með því að horfa fram á við en að hætta svolítið að horfa inn á baksinsspegil, hvernig við lærðum eða hvernig, og líka bara þegar maður var sjálfur í kennú, en að horfa svolítið fram á við og hugsa hvað getum við gert til þess að þjónusta börnin best, þannig að þeim líði vel, að því að þeim líði vel þá eiga þau mjög auðveldara með að læra
nýja hluti og bæta við sér þekkingu. Kristín. Já, mér langar að segja mannauðurinn sem að við eigum í íslenskum kennurum, að hann er ofsalega dýrmætur og ef maður hugsa tilbaka á COVID-tíman að kennarar út all land lyftu grettistaki með engum fyrirvara. Við héldum skólunum opnum og við umbreyttum öllu starfinu. Þar lögðust allir á eitt, þannig að ég vil segja að mannauðurinn sem við eigum í íslenskum kennurum er ofsalega dýrmætur. Og svona í umræðinu eins og þú vísar í sem hefur átt sér stað í sumar að þá fer ekki mikið fyrir þessu. Þannig að ég vil segja... Það er vantraust á kerfinu. Já, þú ert að segja að við eigum bara gott kerfi og við mannuð til þess að bregðast við. Við eigum gríðarlega dýrmætan mannuð í kennurum og starfsfólki í skólana. Og eins og kemur hér fram hjá og öðrum viðmælendum að þá viljum við bæta og efla stöðuna af því að okkur vantar fleiri kennara. Og við viljum fjárfesta í kennurum og við viljum að samfélagið komi í lið með okkur og efli þetta góða kerfi. Við byggjum á góðum grunni en við þurfum það víða pottur brotin í okkar starfsumhverfi og við þurfum að leggjast öll á eitt. Kennarar, samfélagið, foreldrar, að við séum öll saman í liði til þess að bæta úr því sem þarf að bæta úr. Ef það er þannig að kennsla á sér staði í kennslustofunni var kennarinn sem að er lykilmaðurinn í skólakerfinu, ekki MBA-maðurinn með buttuna í einhverju ráðuneyti eins og er svona tilningi finnst mér að þeir eigi að stjórna í gegnum peningana og svo veist að leggja til tiltekina verkefna eins og þetta sé ekki komi ekki svona innan úr þessu. Að þá þyrfti, eins og þú nefndir sko að sem gerist í kennslustofunni að til þess að það virki að kennarinn geti mætt þörfum einstaklega nemenda þá þarf hann náttúrulega að vera í aðstöðu til þess að geta gert það. Hann þarf að hafa stuðning, hann þarf að þú veist já, bara myndi eftir hug bara eins og er ekki prestarnir sem að fara til einhverja næsta stigs og í svona sjálfgæslu og svona stuðningi svo oft í bara svona faglegri uppbyggingu að maður þarf að geta gert það til þess að vera á staðnum, vera vakandi þá þarf að vera hlúa að honum, kennarunum. En erum við eitthvað sérstaklega góðið því að hlúa, þú ert skólastjóri, þú ættir að vera að vinna við það, að vera fremstur meðal jafningja, faglegri fórust í skólanum og að hlúa að kennarunum sem eru út á vígvellinum. Já, alveg hárrétt hjá þér og ef við ætlum að ná því hlutverki sem að okkur er lagalega skylt innan grunnskólana svo ekki sem minnst á það að við ætlum að reyna að hafa þjónustunni eins og við sögðum að börnin séu þar í skólanum að við séum að sinna þeim á þeirra forsendum en ekki kannski eins og ég sagði áðan standandi fyrir fram að stóra hóp og haldandi það eins og við kenndum hér áður að allir væru eins. Við erum með misjafna einstaklinga á mörgum sem að hafa hæfni á mörgum sviðum og við þurfum að nálgast þá þar. Kannski trúðu við ekki allir eins, við bara kendum svona og þeir sem ekki náðu þessu, þeir bara máttu missa sín. Nákvæmlega, kannski var það svoleiðis og raun gerðist. Svo fórum við átt okkur á því hversu miklu máli góð grunnmenntun skiptir í okkar samfélagi til þess að börnin okkar alist upp í það að verða einstaklingar sem geti nýtt sér gæði samfélagsins og gefið tilbaka á fullorðinsárum. Þangað til við föttum það, þá vorum við á hinum staðnum. Þú spyrir hvernig getum við gert þetta í dag. Við þurfum auknar bjargir. Það er ekkert launungamál. Við þurfum auknar bjargir inn í skólana. Við þurfum að auka fagmennskuna í skólastarfi. Það er ekkert launungamál heldur. Við stöndum núna í dag á virkilega skrítnum stað, standandi í því að ná ekki við skólabyrjun til dæmis árið 2024 að manna skólan okkar fagfólki. Við erum að standa frammi fyrir alveg gríðalegu verkefni núna og sjáum fram á það á næstu árum að geta ekki mannað skólan okkar með kennurum og sumarstöður bara náum við yfirleitt ekki að manna núna og stöndum í því núna. Þetta er auðvitað ekki gott. Ef að grunnurinn er svona hjá okkur þá erum við ekki á góðum stað til að geta sinnt því sem okkur langar og þurfum og eigum að sinna og þetta er viðfangsefni dagsins í dag. Þarna þurfum við að velta fyrir okkur og þess vegna fórum við að staða til dæmis með herferð á kennarasambandinu núna á vormánuðum að því við sáum í hvað stemdi og sendum út ákall til samfélagsins sem við kallum það að fjárfesta í kennurum. Við erum að kalla eftir því að samfélagi komi með okkur til að finna með okkur lausnirnar og vonumst til að þetta beri árangur. Við erum ekki farin að sjá árangur að þessu en við erum að hamra á þessu núna en það er vont ástand í dag hvað varðar það
að geta ekki manna skólan. Við erum að sjá sko hæstu tölur sem við höfum séð í meira en áratug varandi sko fjölda leiðbeinenda við kennslustörf í skólum. Á síðasta ári voru þetta 15 sem voru við kennslustörf sem ekki höfðu til þess tilskilin réttindi og það gefur náttúrulega auga leið að þetta veldur ákveðnu álagi inn í kerfið og svo við náttúrulega enn að sjá eins og Þorsteinn að tala það nú ekki búið að klára manna allar kennarastöður þetta haustið, það enn verið auglýs eftir kennurum og menn eru svona í einhverjum plástrum og reddingum til þess að bara skólastarf geti hafist. En þá ekki lýsingin sem þú varst með áðan eiginlega svona næstu eins og óskikja eins og það ætti að vera, en þetta ekki svona. Svo kennir sem þú lýstir, hann kemur og byrjar og er skapandi og svona svo bara, ég meina hann kulnaður sko hérna á fertugsaldrinum og hann bara komin á örorku á 60-aldri. Því miður bara sjáum við svolítið dæmi, en þannig viljum við ekki hafa kerfið og við ætlum ekki að hafa það þannig. Við viljum að kerfið sinni þessu verkefni í menntun barnanna okkar og til þess þurfum við fagfólk því að bara tölfræðin segir okkur mjög skýrt að þeir sem hafa fagmenntun, þeir staldra lengur við starfsmannavelta í þeirra hópi verulega minni heldur en þeirra sem ekki hafa réttindin og þetta skiptir bara miklu máli fyrir stöðuleika í skólastarfinu og við höfum notað þarna dæmi sem raunverulegt dæmi en ekki eitthvað sem að fundið var upp sko nemanda í fyrsta bekk sem hafði 5 kennara á fyrsta skólaárinu sínu. Þetta ekki eina dæmið örskipti og þetta náttúrulega gefur auga leið að það engin stöðuleiki í námi barna sem að þurfa að upplifa þetta. Og þannig viljum við ekki hafa kerfið, við viljum breyta því og við erum að kalla til út í samfélagið, komið á vagnin með okkur, við verðum að breyta þessu. Það þarf að búa kennurunum góðar starfsaðstæður og það hefur margt breyst í starfinu á undanförnum árum. Þetta ekki sama starfið það var þegar ég hóf það fyrir áratugum síðan. Þetta gjörbreytt starf. Þannig að Hvernig viltu aðeins segja það að þú segir þetta? Hvað það sem hefur breytt starfinu síðustu áratugum? Sko, umfangið hefur einhvern veginn allt þanist út. Verkefnunum sem á borði kennarans hefur fjölgað og þá ég að tala verkefnum sem eru önnur heldur en það að undirbúa kennsluna og fara inn í bekkinn sinn og kenna. Hvaða verkefni eru það? Svo? Það eru alls konar verkefnum skráningar og það eru miklu meiri samskipti við foreldra sem taka mikinn tíma og skilur þetta alveg verkefni sem þarf að vinna, ég alls ekki að segja það, við viljum eiga gott samstarf við heimilin og foreldrana og þannig að það þarf að gefa því tíma að sinna því. Það bara stór partur af því að börnunum vegni vel og líði vel að við séum í samstarfi við heimilin. Ef ég má grípa þennan bolta eins, að það alveg rétt sem Mjöll segir að það sem hefur aukist umfang, það aukið aðgengi að kennurum. Kennarar eru að bregðast við hinum ýmsu upplýsingum, atvikum, á sama tíma eru þeir í starfsþróun, þeir eru að bæta við sér þekkingu og og það bara í rauninni tæknileg útfærsla, skráningar, ýmiskonar, þegar börn fara í greiningaferli, það eru fundir, að því verklag hefur líka orðið flóknar og skýrara á þessum tíma. Það til verklag yfir miklu fleiri hluti en var. Ef að fólk hugsa tilbaka, eins og til dæmis ef ég hugsa tilbaka til minnar skólagöngu fyrir kannski 30 árum og það það sem að mér finnst fólk svona gera eðlilega þegar að það að hugsa skólakerfið að það svona vísar í sína skólagöngu en áttar sig ekki alltaf á því að kerfið okkar orðið tölvert breytt. Það mikið vandamál í umræðinu, þeir sem starta umræðinu eru oft að vísa til skólansins og fyrir 30 árum. Já, einmitt, og þetta jafnvel fólk sem í valdastöðum að taka ákvarðanir og vísar í skólagönguna sína eða annar sem það þekkja sem var fyrir 30 árum. Þannig að ef við setjum þetta í samhengi, hvernig hefur tæknin þróast á 30 árum? Hvernig hefur, ef að fólk hugsa heilbrigðisþjónustu, hvað í boði núna sem var ekki fyrir 30 árum? Þetta bara himinn og haf og það alveg með skólakerfið að breytingarnar eru miklar. En mér langar líka aðeins að nefna varðandi að manna skólana að ég veit til þess að skólaári var hafið núna að í Reykjavík þá hafði ekki tekist 4. september að manna 20,6 stöðugildi og ef við yfirfærum þetta á aðstæður, þetta gætu verið 20 umsjónarkennarar. Það þýðir að þá erum við með 20 bekki
sem vantar umsjónarkennara. Þetta gæti líka verið sérkennarar og ég veit dæmi þess að það hafi ekki tekist að ráða sérkennara í skóla. Þá erum við með börn, til dæmis með íslensku sem annað tungumál, við erum með börn með málþroskavanda og það er ekki sérkennari á staðnum og það segir sig sjálft að þegar aðstæður eru svona þá getum við ekki mætt þó við sem öll að vilja gerð með okkar fagmennsku að vopni leitum allra leiða að þá er margfalt erfiðara að mæta nemendum á þeim stað sem þeir eru staddir þegar aðstæður eru svona. Þó svo það sé gert ráð fyrir það sé gert. Má ég aðeins byrja með þessi aukaverkefni? Getur það verið þannig að á þessum tíma að það hafi breyst svona hugmyndin hver stýrir skólanum. Áður var það kannski bara stofnunin sjálf og kennarinn inn í kennarastofunni. En síðan kemur svona hugmyndin að svo aukið samskipti við foreldrana gæti verið svona eins og markashugmynd að kennari væri í vinnu hjá foreldrunum við að mennta börnin. Og svo er það líka það fylla út einhverjar skýrslur til fjármálavaldsins að hvernig farið með þetta. Og allt er þetta tekið af kannski tíma kennarans. Þannig að hvaða tími minnkar þá? Þá er það líklega tími sem hann hefur bara með nemendunum ekki? Í kennslunni? Tími til undirbúnings er eitthvað sem að skerðist einhvern veginn mjög fljótt af því að kennarinn að sinna einhverjum öðrum en nemendunum meira núna heldur var fyrir 30. En sko nemendahópurinn er náttúrulega líka fjölbreyttari og það er kannski það sem að þyngir þessi verkefni. Nú erum við með skóla fyrir alla, við erum að sinna mjög ólíkum hópi nemenda og svo náttúrulega höfum við líka fengið nýja Íslendinga til landsins og fólk sem flysta og það hlutfall þess hóps er sífellt að stækka þannig að það kallar á nýja nálgun. Þetta kallar á líka fleiri kennara bara? Það ætti að gera það. Ekki að kennari sem skrifi fleiri skýrslur, það hjálpar ekkert. Nei, nákvæmlega. Það kallar líka á ákveðna umbreytingu á starfin okkar. Eins og nemendur með erlendan bakgrunn sem hefur fjölgað mjög hratt á stuttum tíma að kerfi næri ekki að halda í við fjöldan. Þannig að úrræðin okkar sem eru mörg hver byggð á góðum grunni eins og svo margt í okkar kerfi að þau í rauninni stækka ekki nóg hratt. Þannig að þá til dæmis komast nemendur ekki að í úrræðanum og við vitum það öll að biðlistar eru langir og það er alveg sama hvar við stígum fæti niður hvort það sé úrræði sem að aðstoða við hegðun eða málfarsvanda eða annað slíkt að það er þessi bið sem að eftir úrræðum og vöntun á kennurum og staðan er alvarleg. Þess vegna erum við hér. En aðeins varandi þetta sinna að við þekkjum þetta frá læknunum, læknandi segja þetta. Að þú veist, þau tækir bara af okkur eitthvað þessu helviti skýrslugerð og svona, þá getum við læknað fleiri. Já, ég held sko... Er það raunin með kennan líka? Nei, ég ætla, sko, málið... Skólastjórnarlega. Það geti verið, við skulum ræða það og eftir. Sko, málið er í grunninn, ef við horfum á þetta, því að mér finnst broslegt og mér finnst gaman að þú skildi segja það áðan, mér finnst aldrei broslegt stundum ég er að lesa blaðagreinar eða hlusta á fólk sem að tjáu sig skólamál dagsins í dag og miðar allt við, sko, eins og þetta var. Það var svo gott þegar ég var í skólanum og ég skil ekki vandan í dag. Þetta er nú yfirleitt þetta þannig, sko, ég er rosalega vellukkað inntak og mér finnst að allir verði vellukkað þegar þau farið sömu braut og ég. Nákvæmlega. Sömuleitt er þetta bara eitthvað svona skekk í hausnum á fólki. Nákvæmlega. Og þess vegna langar mig til að útskýra aðeins máli, sko. Þegar ég byrjaði að kenna fyrir 40 árum, dálítið síðan, þá var ég konungurinn í mínu eigin ríki. Ég bara mætti í skólan, ég fór inn í mína kennslustofu, ég stóð fyrir fram að börnin, messaði yfir þeim, gerði svona það sem ég gat til þess að sinna einstaklingum sem voru kannski á mismunandi á vegi staddir en hlutverk mitt var dálítið bara þarna. Ég var nánast í engum samskiptum frekar en aðrir við foreldrana í skólanum en ég hitti foreldrana reglulega á foreldrafundum og það býður bara allir eftir því rólegir sko. Þannig var þetta svona, þetta er heildarmyndin og þetta er ég að draga upp sterka mynd að þessu en svona var þetta. Í dag erum við í skólastarfinu og skólakerfinu og innan skólasamfélags hvers skóla á allt öðrum stað. Við erum beinlínis að leggja okkur fram við að sinna börnum með mjög mismunandi þarfir. Við erum að reyna að efla hæfni þeirra í því það sem eru góð, erum við að reyna að efla þá og við erum líka að efla nemendur okkar í því það sem að skóin kreppir. Við erum að vinna með ýmsum aðilum sem koma að skólastarfinu með okkur til þess að ná árangri. Þetta þýðir það í dag að við erum í miklu meira samstarfi og samvinnu innan skólansins. Bæði kennararnir hverjir við aðra
til þess að það koma margir að börnunum innan skólastarfsins. Við erum í auknu samstarfi við foreldra vegna þess að foreldrar þekkja börnin sín betur en flestir aðri líka og við þurfum líka að fá aðstoð foreldrana í það að kynnast börnunum betur. Við erum í starfi við ýmist fagfólk. Við erum að vinna til stefnu ráðuneytisins í dag til dæmis það að bæta aðstöðu barna í landinu á víðum grunni með ýmsum kerfum. Allt þetta tekur tíma. Þetta ekki skýrslugerðir. Þetta vinna í þágu barna innan skólans. Og þegar við erum að þróa skólastarf á þennan hátt, þá þurfum við aukna fagmennsku. Við þurfum meiri stöðuleika. Og það það sem við höfum áhyggjur að í dag til dæmis í skólastarfinu. Okkur gengur illa að halda stöðuleika innan okkar kerfis, en leið ég að undirstrika það að við erum á gjör ólíku stað heldur við vorum bara fyrir nokkrum árum síðan. Ég sagði á það 40 ár. Það bara 10-15 ár síðan að skólastarf fór að breytast verulega. Og við erum ekki að kvart yfir því. Hvað gerir þá fyrir 15 árum? Þá fórum við bara að vinna á forsendum þess að, eins og við segjum, að nálgast börnin á þeirra forsendum. Að við værum að vinna meira með hverjum og einum einstaklingi og nálgast þá á þeirra forsendum. Þetta þýðir að teymisvinna til dæmis, tökum bara sem dæmi, samvinna innan skólana hefur verið aukast verulega. Við erum ekki lengur með börnin sitjandi í beinu röðum fyrir fram að kennaran. Það er líf í skólastarfi í dag og það kallar á fleira fólk, sannarlega, og þess vegna höfum við áhyggjur að því okkur vantar fleira fagfólk líka inn á gólfi til okkar. Þannig að það eru kröfurnar í dag kalla á aðra hluti og við erum ekki að ná því að mæta þeim og þess vegna erum við að kalla til samfélagsins það hvernig getum við saman breytt þessu. Við höfum sem samfélag ákveðið að við ætlum að hafa minni aðgreiningu, við ætlum að hafa skóla fyrir alla, ekki sérskóla fyrir þá sem ekki fallin í eitthvað ákveðið munstur. En samt ekki alveg vegna þess að við segjum þetta í orði en svo gerum við þetta ekki í borði. Nei, nákvæmlega, vegna þess að skiluru fjármögnunin og mönnunin og sérfræðiþekkingin sem þarf til þess að þetta verkefni gangi til enda og gangi alveg fullkomlega upp. Það verkefni hefur aldrei verið klárað einhvern veginn og nú lögum farsæld barna í innleiðingarferli og það verða bæta við verkefnum inn í skólana í tengslu við það til þess að grípa betur þau börn sem þurfa aukistuðning og þetta göfu markmið og með vilja alveg skilur halda ná þessu. Það viljum við, vegna þess að við sjáum að þetta börnunum fyrir bestu og þetta skiptir máli. En þú þarf mannskap og það þarf tíma og þetta umfang starfsins kennarar voru spurðir í könnun sem kennarasambandi lagði fyrir síðasta vor hvað ylli þeim mestu álagi í starfi og þá svara grunnskólakennarar þáttum eins og stærð hópana sem þeir eru með, samsetning hópana og umfang starfsins og þetta einhvern veginn veldur að því að það þrengir að tímanum til undirbúnings kennslunar, þannig að fólk upplifir að það kom ekki nægilega vel undirbúið inn í kennslustundirnar og það skapar álag og menn eru ekki kannski alveg sáttir við sjálfa sig að koma þannig að mætir engin kennari óundirbúin í kennslu. Þá hleypar hann bara hraðar og vinnur heim á kvöldin vegna þess að vinnutíminn löngu sprungin. Tíma getur það Og það sem að má nefna í þessu samhengi líka sem að ég þreytist ekki á að nefna, það námsefnisútgáfa. Að við búum við þann veruleika að námsefnið okkar úrelt og við viljum standa okkur vel. Það er enginn sem ósammála því. Við viljum standa okkur vel, við viljum öll að kerfið okkar sé gott og bjóði upp á gæðamenntun. En við þurfum að horfa á staðreyndirnar og þegar við erum með námsefni sem orðið 30-40 ára gamalt og hefur ekki verið endurnýjað, að þá hefur það mikil áhrif á stöðuna. En ef þetta væri heilbrigt kerfi, þá var það þannig að og við vitum það að galdurinn fer fram í kennslustofunni milli samband kennarar og nemenda. Og þegar kennararnir eru spurðir að þá segir það eru orðið svona svo breyting að ég bara með of stóran hóp, ég næ ekki að vera góðu kennari fyrir þennan hóp, þannig hann of mikillar ólíka kröfur. Við vantar svona ekki stuðning, það eru námsefni orðið úrelt og svona og við myndum bara að skella okkur í þetta. Við myndum fjölga kennarunum í stofunni til þess að geta mætt þessu, mætt nemendum með ólíkar þarfir, bætt kennsluefnið, en við erum bara ekkert að þessu. Það verður að segja okkur að lausnis ykkur allt annað, að það eitthvað fókusleysi á ykkur. Þið geta ekki svona kent börnunum okkur að lesa. Þetta umræða sem hefur verið í sumar. Þannig við verðum eiginlega að taka völdin af kennarunum, ekki færa það meiri völd.
Þess að þau hafa sýnt það. Við sjáum það hérna bara í PISA, að þið standið ykkur ekki vel. En á sama tíma og þessi umræða á sér stað að þá mikið talað kennara en ekki við kennara. Nei, við erum að reyna að breyta því. En það sem ég er að segja, það er fyrst að vera kerfið veikt og þannig að þið getið ekki kennt eins og þið myndu vilja. Og svo þá er sagt við ykkur, þið bara standið ykkur ekki nógu vel, þannig við verum að láta ykkur annað fólk stýra uppbyggingu og skólakerfinu. Það verið verið rætt í þessu samhengi að frambúð á lestrarkennslu efni. Að það er bara einn stór þáttur í þessu ferli. Hvert er frambúðið á efninu sem er hægt að nýta í lestrakennslunni? En þarna eins og annars staðar, kennarar eru allir að vilja gerðir og það sem að náttúrulega fylgir okkar starfi er að það eru álitamál svo margt. Fólk er ekki sammála leiðina sem á að fara. En það sem vantar líka, eins og þú talar umræðin sem hefur átt í stað, að það vantar að samfélagið sýni okkur það traust sem að þarf til. Við erum sérfræðingar í kennslu, við vitum hvað við erum að tala um. Þannig að sumilegt þetta átök traust sko. Í rauninni. Ég upplifa það séu bara svona einhverju öfl, getur við sagt það, sem að reyna að draga úr traust ykkar til þess að þeirra leið nái fram. Já. Og þið hafið bara, þið eru sumilegt að tapa í baráttunni. Þú myndist á mælingar og tölur, einhverja niðurstöður og stöðu í læsi. En þá þurfum við líka að horfa kannski á fyrir hvað hóp var þetta próf lagt. Það var ekki sami hópur og ekki sama samsetninga hóp sem tók þetta próf sem var síðast lagt fyrir 2022 eða tók próf 2015. Hlutfall til dæmis nemenda með erlenda bakgrunn í hverjum árgangi hefur hækkað ansi hratt á þessum örfá árum. Og það segir sér sjálft að við höfum ekki námsefni handa þeim sem eru að koma þegar að læra tungumálið. Þá gengur þessum börnum ekkert vel að fóta sig í því að taka flókið próf í lesskilningi í starffræði og náttúruvísindum. Það er svo auðvelt að tala ég aftur þessar fulleringar sem við hlustum stöðut á. Það er svo auðvelt að... Og við erum að ræða það að það eru raunveruleiki. Ég veit það. Og það er svo auðvelt að skella fram þessum fulleringum og sleppa kannski því sem að maður þarf raunverulega að horfa til ef maður ætlar að vera með einhverja fulleringar eða einhverja sleggjudóma eitthvað ákveðið. Tökum bara sem dæmi. Þú talar PISA. Sannarlega erum við ekki að ná þeim árangri sem við vildum í PISA. Það er eins og þar í PISA niðurstöður sýna fram á það sem að fagmennskan er með þeim hætti að stöður eru mannaðar með fagmenntuðu fólki. Þau land standa sér best í PISA. Á síðastliðnu ári, eins og Mjöll kom hér að áðan, þá voru 20% af kennurunum okkar ekki með fagmennsku, ekki með fagmenntun. Það er ekki réttindi til kennslu lögum samkvæmt. Þetta hefur áhrif og ég er ekki að setja niður leiðbeinendurna sem að bjarga okkur í skólakerfinu með því að segja þetta. En þetta eru bara klára staðrendir. Og það væri gott þegar við veltum fyrir okkur svona hlutum að horfa aðeins lengra heldur en bara á harðar niðurstöður prófana. Við erum alveg þar. Við getum líka hort á það að þau börn sem taka PISA-prófið á Íslandi, bara svo það sé sagt að því að það virðist aldrei vera heldurinn í umræðunni, það taka öll börn í viðkomandi árangri PISA-prófið í Íslandi. Í Danmörku taka 5.000 börn. Þessu stikkprófa. Það er ákveðin prófun. Við höfum líka kallað þetta, það er bara ákveðin partur af börnunum. Það er bara stikkprófa, það á að vera gott þversnið af hópnum, eða ekki? Já, Þeir velji ekki bara bestu lestrarhestana til að lesa. Við veitum ekkert hvaðan þau börn eru valin. Það hefur aldrei verið sýnt fram á það hvernig þau börn eru valin og ég er ekki að sá einhverjum fræðum og það sé eitthvað óeðlilegt við það. Ég er bara að benda á það að það er munur á þessu og það eru svona atriði sem að vert er að skoða. Sannarlega þurfum að bæta okkur í PISA. Sannarlega. Það snýst líka hugarfar og snýst samfélagslega umræðu og ef að umræðan til dæmis PISA-prófinu á Íslandi er á þeim forsendum sem hún hefur dálítið verið. Þetta er neikvæðnis umræða og veltur bara fyrir okkur umræðinu sem við höfum hlustað á núna í sumar. Það verður að draga upp krís í skólastarfinu og við verðum að bregðast við og hér er með einfalda lausn sem við leysa vandann. Nákvæmlega. En það er ekki rætt það sameiginlega eins og við köllum eftir núna. Tökum sameiginlega umræðu hvernig við getum fjárfest í skólastarfinu og fjárfest í kennurum saman. Því að það gerist ekkert bara innan úr skólanum.
þegar við köllum á það að við þurfum auknar bjargir, við þurfum meira stabilitet og stöðuleika inn í skólastarfinu, við þurfum þetta og við þurfum að velta því saman fyrir okkur, hvernig ætlum við saman að byggja þann grunn í skólastarfinu sem við þurfum til þess að við náum þeim árangur sem við öll viljum að við náum saman fyrir börnin okkar til bætts árangur í samfélagi. Til að það sé hægt að það þarf að vera samkomulag það á hvaða grunni við ætlum að byggja. Og það snýst deilan í sumar, hún hefur mörg ár, það er búið að vera deila skólakerfi í mörg ár. En þarna erum við alltaf bara að horfa á hluta niðurstöðum PISA-prófana. PISA-prófin eru að kanna og mæla fleira heldur en læsi í ákveðnum námsþáttum. Það er til dæmis verið að kanna líðan barna og ýmislegt fleira og mér finnst að þeirri niðurstöðu hvað Ísland varðar hafi ekkert verið lyft nægilega vel í umræðinni vegna þess að við komum út sem sigurvegarar á toppnum langt fyrir ofan meðaltöl þegar kemur að því að börnin svara hvernig þeim líður í skólan, hvernig þau upplifa samskipti sem við kennarana og þá kemur að því að þess að Þorsteinn var lýsa hérna á þessar breytingum á skólakerfi þar sem við erum að huga meira að einstaklingum og sinna hverju barni þar sem það er statt. Við fáum svo skýra svörun þarna við því að það er okkur að takast og það eru erlendar þjóðir sem að koma kennari heimsókn til okkar hér á Íslandi og spyrja býtu hvernig óskopunum náið þessum árangri, af hverju líður börnunum svona vel í skólakerfinu og ykkur, af hverju fáið þið þessa góðu niðurstöðu og það er verið að horfa til þess hvað við séum að gera og það er nú bara verður haldin hér stór menntaráðstefna í byrjun næsta árs á vegum meðal annars OECD og þeir eru að koma til Íslands vegna þess að við höfum náð árangri þarna okkar börn sína svara því í þessum prófum að þau búi við mikilli seglu og slíkt þannig að En mér langar að taka með varandi veljaðan kennarana og það er leiðir sem við erum að fara þar að það er miklu farsæll að vera í teimi. Þorsteinn kom aðeins inn á áðan að vera í teymisskóla eða í teymiskennslu heldur en að vera sín eigin herra í lokaðri skólastofu. Þannig að við eigum að miklu meira að fara inn í það að þeir rannsóknir sína það líka að þegar þú ert í teymi að þá er þetta að nýta styrkleika hvers annars stuðningin dreifist ábyrgð og álag. Við vitum það alveg að bæði börn og fullorðnir líka ekkert við alla þannig að ég sem nemandi get kannski kosið að fara ofta til Mjallar eða heldur en Þorsteins. Þannig að það var 2 kennara í stofu. Það var alámarkið 2. Það er ísar útfærslar á þessu. Það er svo mikil starfstrón fólkin líka í samtalinu við hina félagana. Kennari verður betri ef hann er í einhverju samfélagi. Ég myndi segja að það allavega auki víðsýni að ýmsu leyti og það er svo margt jákvætt við þetta ef að teymið er vel heppnað og vel samsett. En aðalatrið er líka þetta að þú getur verið að njóta þína styrkleika. Að því, ég er kannski með sérhæfingu íslensku en ég er kannski líka jógakennari. Þannig að ég get nálgast krakkana annan hátt heldur en samkennari minn. Þannig að mér er líka mikilvægt að skólakerfi okkur horfi í það hvað rannsóknir í starfsumhverfi er að segja okkur. Að það er að brjótast út úr þessari hefðbundnu skólaumgjörð sem er búin að vera við lýði í mörg ár. Þannig að mér er það líka mikilvægt og við höfum líka farið svolítið inn á fagmennskuna og fagþekkingu innan skólana og það er ákall úr kennarahópnum að fá fleiri fagmenntaða eða fleiri stéttir inn í skólana. Að vera með félagsráðgjafa eða skólafélagsráðgjafa, vera með fleiri aðila sem geta þjónusta fjölskyldunar. Af því að fjölskyldur í dag þurfa meiri stuðning. Foreldrar í dag eru óöruggir. Hvað má ég ekki? Má ég segja nei og ég segja já? Þannig að við þurfum að styðja meira og það er erfitt fyrir fjölskyldur að fara niður á bæjarskrifstofurnar eða hitta fjölskyldusvið eða slíkt. Skólinn er heimili barnanna, þau eru örugg þar og það er meira öryggi fyrir foreldra að geta sótt sér þjónustu eða stuðning innan skólana. Þá er þetta talað um að draga eitthvað svona fjölskyldu þjónustu inn í skólana. Þannig er líka, þá er kerfið ég má vitna þegar ég var í skóla, þá voru tannlæknar í skólanum. Það voru tannlæknar í skólanum þegar ég var. Það þótti bara sjálfsagt. Það lærði því. Ég bara man eftir þessu sjálf. En ég tek undir þetta að það er ákall frá kennurum og eins og bara dæmi það ef við hefðum talmeinafræðinga innan skólana að það myndi stytta allar boðleiðir og við getum gripið svo mörg börn
og aðstóðað í staðin fyrir að þau þurfi að bíða jafnvel árum saman eftir að koma stað í aðstóð. En mjöna, skólinn og ætti að vera hjarta samfélagsins. Í hverju hverfi? Já, algjörlega, í hverju einasta hverfi. Og þess vegna í raun og veru erum við að kalla eftir því að fá í raun og veru bara alla með okkur núna, þessi samfélagslegt átak núna í því að við veltum fyrir okkur hvernig getum við bætt skólastarfið, hvernig getum við og hvaða leiðir eru til lausnar þar. Og þar skiptir að mínum viti alveg gríðarlega miklu máli í dag þessi mönnum. Vegna þess að ég hef verulegar áhyggjur eins og margir aðri núna að því hvernig við erum að fara inn í nýtt skólaár, vitandi það að það að stefna til verri vegar. 20% í fyrra. Það alveg klárar vísbendingar núna það að við erum að fara að hækka þá tölu innan grunnskólans núna á komandi skólaári og það að stjórnendur séu núna í 3. viku skólastarfs en ekki búin að manna kennsluna sem dæmi í ákveðnum skólum. Það bara verulegt áhyggjuefni og þetta bara hlutur sem við þurfum bókstaflega að fara átt okkur á að gengur ekki. En hvaða leiðir eru til þess að við leysum þennan vanda, við þurfum í raun og veru svolítið að samfélagi komi með okkur í það. Þetta bara svo mikill svona kultúrmunur í þessu sko. Það sem að þið að leggja til svona að byggja upp sko stofnununa og samfélagið og styrkja kennarana á vettvangi og hinum einn það bara við erum að auka samrætt próf og að börnin nái árangri og við erum að auka skilvirkni og við erum að þetta bara svo mikill menningarmunur í þessar umræðu að þið eru bara ekki að hittast þá sem að gagnrýningu mest sko. Þeir segja bara samrætt próf. Já, samrætt próf eða það segja okkur eða það segja okkur að skólakerfi. Þú ert að leggja til að fjölga kennurum og bara eyða meiru í kerfi sem að virkar ekki. Já, þetta stemningin í samfélaginu. Ég veit það. Ég veit ekki hvað þetta stór hópur en hann ræður ótrúlega miklu í umræðinu. Ég myndi haldið þetta að væri kannski fólk sem væri kannski innan við 3% af þjóðinni en þau verðist bara að stýra umræðinu skólastarfið. Ég alveg sammálaður í því. Svo klifað á þessu með samrænt próf og hvað þýðir það? Hvað átt við með að tala samrænt próf? Það mjög á reiki. Já. Vegna þess að samrænt lokapróf hefur ekki verið haldið í grunnskólum síðan 2009. En hugmyndin á þeim sem vilja að fá samrænt próf það að ég sem neytandi geti valið skóla og helst bara kennara út frá því hvernig það stendur sér. Þetta bara svo TripAdvisor fyrir skóla. Þannig ég geti bara flutt þegar ég flytt og mín fjölskylda við ætlum að flytta í hverfi þar sem há meðanleikun þannig að barnið mitt alist upp í skóla innan krakka sem að munu standa sig vel í samfélaginu þannig að fá ekki bara háar einkunnir þetta gott tengslanir til að standa sig vel í lífinu. Og það í raun og veru að því að við tölum ákveðið fámennhóp og við tölum ákveðna próstu sem talar hátt og hefur hátt og erfitt að koma staðið þá umræðu. Ég bara spil, það samfélagi sem við viljum að það séu samrætt próf í ákveðnum árgöngum ákveðnum tíma og svo verður það helstu fréttir blaðana bara daginn eftir hvernig einstakir skólar eða einstök hverfi eða einstök byggðarlög í þessu dreifbýla landi sem við búum standi sig. Fyrir hvernig, ég veit að það er krafan og mér finnst alveg stórmerkilegt að það skuli ekki vera fleiri sem andafa þessu því í raun og veru hvaða ávinningur af því. Skólastarfi snýst börnin okkar. Skólastarf snýst það, við erum með sérfræðinga innan skólana sem sannarlega þurfa á samræmdum mati að halda. Mati bara eins og við þekkjum í kringum okkur, í nágrannaþjóðum okkar sem við erum að þróa í dag og ég ætla bara að segja það alveg klárt hérna. Ég ekkert sáttur við það sem formaður skólastjórafélagsins hversu seint það hefur gengið að koma hennu nýja samræmda mati í gagnið. En það á leiðinni og það snýst það, svo það sé alveg skýrt hvað það samræmda mat snýst. Það snýst það að vera með samræmt próf í einstökum námsgreinum, íslenska, starffræði, náttúrufræði, sem tekin eru á ákveðnum tímum í skólunum, þar sem að skólarnir geta borið sig saman við landið, geta borið sig saman við aðra einstaka skóla, þar sem upplýsingarnar eru inni í skólakerfinu, þar sem þau eiga að vera, þar sem við getum átt á okkur á því hvað við þurfum að gera fyrir börnin okkar í skólanum og breyta og bæta inn í skólanum okkar. Þar sem við gefum foreldrum upplýsingar gengi barna sinna
og það sem við gefum börnunum upplýsingar sitt gengi. Ég skil ekki og ég bara neita að sætta mig við þá umræðu að samræmd próf barnan okkar og þá eitt próf vegna þess að samræmdu prófin sem ég að tala og ganga í nágrannalöndunum okkar, það eru samræmd próf í mörgum hæfni þáttum og mörgum hlutum innan hverja námsgreinar. Prófið sem við þekkjum og urðum að sætta okkur við og ollu bara gríðarlegu með erfileikum og hugarangri margra barna var eitt próf tekið á ákveðnum degi á öllu landinu, ekki hort til í hvaða formi börnin voru eða hverju voru hæfni þættir barnanna, sumir voru mjög góðir í ákveðnum þáttum og hafa verið í skólastarfi, en kannski ekki bara akkurat því sem var prófað þann daginn. Þetta er ekki það sem hvorki gott fyrir börnin okkar, skólastarfið í landinu eða samfélagið okkar. Og teikna svo upp myndir af hinum á þessum hverfum eða samfélögum, jafnvel samfélögum, þar sem engin kennari með réttindi var við störf. Þetta bara, ég held að þetta drífi áfram umröðina, það vilji til þess að við getum kallað þetta markasvæða grunnskóluna, ég meina Svíjarnir hafa einhver leiti farið svona skrefið þess áttina, þetta í Bandaríkjunum, það hugmyndur að þú fá bara ávísun heim og velji svo menntun fyrir barnið þitt og þetta trú það að það sé besta leiðin til að byggja upp kerfi, að byggja það upp á okkur svona markaslegum forsendum. Skóli, svona hefbundi hverfiskóli, hann velur ekki nemendurna inn til sín. Þeir koma bara nemendurnir sem búi í hverfinu og kennararnir sem þar starfa, þeir gera sitt besta í að leiða þessi börn áfram. Þannig að mælingin það er ósangjörn samanburður vegna að við horfum bara á uppbyggingu húsnæðis ef við horfum nú hérna í borginni. Við erum með ólík hverfi sem gera það verkum að ólíkir hópar einhvern veginn eru svona í meirihluta í vissum hverfum og þetta hefur áhrif á skólastarfið. Skólinn hefur ekkert valið sér nemendurna sem koma inn fyrir hans til. En hugmyndin að ég sem foreldri, ég á rétt á að velja menntun fyrir barnið mitt og ég ber enga ábyrgð á því þótt þessi hverfi þar sem einhver erfiðleikar í þínum skóla. Ég ætla að fara til hennar og fá góða menntun eða skólagöngu og góðan félagsskap fyrir barnið mitt. En það er bara krafan, ég vil að fá að sjá þetta. En það þeir eru líka náttúrulega bara hlut til að tala borgina, en svo erum við náttúrulega með öll sveitafélagin út á landi, skilji. Þú ert ekki að velja þér eitthvað skóla þar, það er bara eitt skóli kannski. En það sem er rosalega mikilvægt líka fyrir okkur sem skólasamfélag eins og í Reykjanesbæ eða Reykjanesi að þá fundum við alltaf með fjölbrautaskóla Suðurnesja, svona cirka í febrúar og þá förum við yfir í rauninni hvernig vegnaði okkar nemendum. Þú veist, ég sem skólastjóri fæ að vita er á pari við það sem við gáfum þeim þegar fóru frá okkur við þann árangur sem þau voru að sýna. Það er rosalega mikilvægt fyrir skóla. Ég veit að það er ábyggilega eitthvað flóknara hér á þessu svæði, þetta er miklu stærra, en fyrir mig sem skólastjóri sem er að leiða Stapaskóla er rosalega gott að fá þetta. Við erum að gefa þeim einkunnir eða hæfni fyrir það sem þau hafa gert hjá okkur og þau sýna þá hæfni í framhaldsskólanum og að standa sig vel út frá því eða ekki, skilurðu. Gróa, þú nefndir þegar í fyrsta hringnum að börnunum liði vel og það kom fram hjá þér líka, það kemur fram í PISA að íslenski skólar standa sig betur, eru vel yfir meðaltali og ég hef heyrt þetta áður að þegar kennarar fara á ráðstofnur erlendis að þá koma kennarar á öðrum löndum og spyrja hvernig farið þið eiginlega að þessu að gera svona góða skóla. En hins vegar held ég að það sé að því að við sjáum til dæmis bara aukna lyfjanotkun barna og stundum heyrir maður aukið álag á skólanum það að börnin séu með alls konar greiningar og ég hef verið með að ræða bara líðan ungmenna og ég spyr alla sérfræðingarna því þetta þannig að við erum byrjað að mæla meira eða við erum meira vakandi fyrir þessu eða börnunum að líða verr og það bara þeir segja allir. Nei, börnunum að líða verr. Það ekki þannig að við séum bara, við kannast þetta umræðum kynbundið ofbeldi og svona, hvort það mælingin eða þetta versna? Við höfum bara meiri þekkingu á ýmsu og höfum í höndunum í dag mæltæki eða svona, greiningar til þess að segja, heyrðu, það þetta sem að hrjá þennan einstakling og það eru til leiðir, stundum það lyf
til þess að hjálpa og grípa inn í. Kannski eru til leiðir, við erum ekki þrautreynda leiðir, en í sum tilfellum er það bara þannig, eitthvað sem að virkar bara mjög vel fyrir suma og verður alveg lífsbjörg fyrir suma nemendur. En nú erum við til dæmis hjá okkur að innleiða hjá okkur atlæti með Menntamálastofnun eða MMS, alltaf ægilegst að segja það. Og það snýst náttúrulega betri þekkingu á bakvið hegðun og að kafa svolítið dýpra í það hvað hefur gerst frá því að barnið fættist og þar til að koma til okkar. Það er alls konar sem gerist í lífi barnanna sem veldur því að ákveðin hegðun brýst út. Og að þau voru að tala lyfjagjöf eða hvað svo sem það er, að við erum til dæmis með ávexti. Ótrúlega fáranlega einfaldur hlutur. Ávextur í boði fyrir alla nemendur. Og við prófum það í ákveðnum árgangi á yngsta stigi því að eftir hádegi var stundur svona óróleiki og við þekkjum það og sumir hlaupa bara út, borði ekki eins og því er svo spennt að á einni viku bara við það að koma inn, setjast, syngja og borða ávöxt breytti allri stemningunni og streitu kennarans. Þannig að það var aukin veljaðan hjá kennaranum og hjá börnunum að því að þegar þú borðar og líka þegar þú syngur þá róar taugakerfið. Þannig að það er hægt að gera alls konar hluti sem eru einfaldir eins og einn ávöxtur eða einn bátur af epli. Þannig að við erum líka í skólakerfinu alltaf að reyna að finna leiðir fyrir börnin til þess að þau líði vel, til þess að þau ná árangri. Ég stið þetta, ég var formaður nemendafélags Reykjanesskóla við Ísafjarðardjúp 1976 og þá var aðalkrafan að fá ávexti af því að kokkurinn var að drepa okkur úr næringarskorti að við fengum ekki okkur í grænmetinni ávexti. Og þú veist að tala hvernig maður verður, ég er fyrsti árgangur í grunnskóla, ég var fárveikur þegar það var tekið þennan samrædduprófin út af, held ég, bara næringarskorti. Það var nú eitthvað svona... Já, en það er samt svona hlutir. Við fáum kannski nemandan, hann er ekki góðu jafnvægi þegar hann mætir í skólan og þá er kannski, hvernig var morgunin, fékkstu þér eitthvað að borða? En er þetta ekki verkefni sem eru svona fyrir utan kennsluna? Jú, en þenni einhvern veginn alltaf út starf kennarans. Það þurfi ekki bara að hafa þá bara meiri stuðning í þessu samfélagi sem að skólinn væri þá. Ég sá þegar kennarar í Bandaríkjunum voru í verkfalli. Þá var á spjöldunum meðal annars að fá sálfræðing í skólan og þá voru þeir að biðja bara sterkara stuðningsnet til þess að sinna börnunum. Að því að við erum ekki lengur bara þessi menntastofnun. Eða breiðari fælugu þekkingu verið að orða líka. Við erum líka búin að átta okkur á því að ef þú ert að ná árangri í skólastarfi og ná til barna þá þarf þeim að líða vel og það er kannski það sem að við höfum byggt á núna og erum að byggja á líka með átækjunum farsæld barna. Við vitum það að börn ná betri árangri til framtíðar ef þeim líður vel og börnin okkar koma misjafnlega til skólans sum búa við mjög gott atlæti, önnur búa við annað atlæti og sum fá mikinn stuðning heima, önnur fá lítinn stuðning heima og þessu þurfum við öll að mæta í skólanum og þetta snýst ekki bara menntunina eða fæið. Þetta snýst það að þú ætlar að ná árangri í menntun barna, þá þurfum við líka að horfa á heildarmyndina að velíðan barna og slík þjónusta sem að aðri sérfræðingar veita til þess börnunum líka í samvinnu við kennara sem koma að skólastarfi. Skólinn hafi ykkur að getu til að sinna þessu. Nákvæmlega. En svo er líka annað sem skiptir máli í þessu samhengi er að ef að við hugsaum tilbaka, ég man ég hugsaði það var svona 2015-16 þegar að tæknin var svona komin svolítið að stað en margfalt hægar, allar breytingar og all þróun var margfalt hægari heldur en núna og ef maður hugsaði tilbaka síðustu 5 ár að breytingarnar í tæknimálum eru að gerast á ógnarhraða og samhliða þessu að þá eru svona breyttar venjur í samfélaginu. Málum hverju barna hefur breyst umtalsvert á mjög skömmum tíma og allt þetta hefur áhrif þegar við erum að tala um lestrakennslu eða færni barna þegar þau byrja í skóla að það er svo mikilvægt að við fáum foreldra í lið með okkur að fólk þarf að átta sig á því að til dæmis núna fólk er ekki mikið endilega að horfa á línulega dagskrá.
eitthvað sem að maður ólst upp við sjálfur á dagblöðum að flett við mataborðið og það voru allir fréttatíma spilaðir í rauntíma. Núna fara mjög margir bara eftir þörfum inn á sarpinn eða hvernig sem það hvað þeir vilja hlusta á fréttinnar eða að lesa fréttir. Og velja sér sjálf efni sem oft reynist vera ótrúlega fábreytilegt. Já, og nú eru mjög mörg börn með síma og þau horfa á þætti, efni, alls konar. Þetta meir og minna bara að mestu leyti á ensku. Og við ættum ekki að vera hissa á því að forsendurnar séu breyttar og þarna þurfum við líka að fá samfélagið í lið með okkur að því að kennarar heyja ekki þessa baráttu einir að þarna þarf samfélagið og líka stjórnvöld eru ekki að gefa út nægilega mikið efni á íslensku fyrir börn að það alveg bara hrein og klár staðreynd. Ef maður bara horfir á aðeins aftur tilbaka sko, það var ofta ákveðið viðmið hjá nemendum hvenar orðið nægilega hraðlast til að ná að lesa textan á bíómyndinni en þau eru bara ekkert að horfa á texta bíómyndir í dag. En það horfa þar nefndi ekki á pólskar myndir og franskar myndir og eitthvað fleira sem náttúrulega missir. Því að ég held að sé engin leið fyrir okkur sem Íslendinga að halda sönsum og ætla að lifa bara í enskum menningarheimi. Sammála. Það bara því miður og sérstaklega við ætlum að taka bara dóti sem að Hollywood skal fara okkur. Þess vegna lesturinn gríðarlega mikilvægur. Ég meina hann lykill og íslenskan lykillinn að samfélaginu fyrir það sem að koma hérna og bætast inn í okkar þjóðfélag. Þannig að og það líka fyrir kennaran okkar að vera gagnrýnir á það efni sem við erum að setja fram. Að setja ekki bara eitthvað fram, skiljið. Já, og ef að staðan væri svo að við getum valið úr efni til þess að bera á borð eftir því eftir áhuga nemenda og við getum gripið eins og þú sagðir áðan eldgos, að það bara fullt til eldgos. Ég get alveg sagt ykkur það að ég ætlaði í einhverju eldgosinu ætlaði ég að grípa tækifærið og finna myndbandum Vestmannaeyjagosið. Það ekkert endilega sjálfsagt. Þannig að þetta svona, það þarf að bæta tölvert úr þarna líka og þetta Já, stjórnvöld hafa núna uppi góð áformum að auka við námsefni og bæta í fjármögnun á námsefnisútgáfu en staðan bara svo að við erum að horfa upp á eitthvað svipaða krónutölu á nemenda og fyrir einhverju 20 árum síðan það leyti sem að grunnskólinn færist frá ríki til sveitarfélaga. Og það þarf að leita leiða sem höfða til barna í dag og RÚV þarf að gera þessi í brók og leita leiða til þess að ná til ungmenna í dag. Það svo margt svona, allt safnast þetta saman, þetta verður allt áhrif. Ég held að það, sko, ef að RÚV ætti að gera það, að þá þurfti RÚV að leita að öðrum dreifileiðum og mæta unglingunum annars staðar. Það bara stjórnmálöfl sem að vilja það ekki. Að RÚV á að halda sér, ég held að við með ekki selja auglýsingar á vefnum og þetta verið að halda þeim frá, þeim hefur verið útvarp og sjónvarp, þeim með ekki fara víðar, þannig að við lendum á því. Þeir eru á TikTok. Að dreifa efnum sem. En sko, við erum með stefnu hvert við ætlum ef það við því það sem búið að skrifa í einhverja menntastefnu. Já, við sem samfélag og við höfum ákveðið að stefna ákveðna átt og við höfum ákveðið að gera ákveðna kröfur, já. Hins vegar það að innleiða þessa stefnu ekki alveg nógu gott og það vantar vanfjármagn. Þá myndi ég sem bara svona venjulegur íbúi segja, býttu ef það er stefnan sem við ætlum að fara þarna og það svona, við höfum tilfengu fyrir svona almenn sátt það og sérstaklega ef það látið á það að reyna hvort þetta sé hægt að fara, við höfum raunverulega ekki látið á það að reyna hvernig þessi stefna í framkvæmd vegna þess að þetta vanfjármagnað og vanmannað og eitthvað fleira og við eyðum bara svona miklu pening. Hvað þetta sem ávantar til að við getum látið á það reyna þá stefnu sem vegna þess að við erum kannski lendið því að við lögðum að staði þessa stefnu, hún var vanfjármagnuð þannig að hún ekki, þannig að hún virkar ekki alveg nógu vel og þá ætlum við að breyta stefnu sem að hljómar ekki vel. En það eru margir þættir sem þarf að grípa í þessu. Hvað er það mikið peningur? Peningur? Já, sem til þess að þú þarft að manna skólan af fagfólki. Það kostar ábyggilega eitthvað. En sko, 40 milljarðar, 100 milljarðar. Höfum við efni á sem samfélag að fara ekki inn í þetta verkefni? Höfum við efni á því að bara börnin ná ekki árangri að læra að lesa? Þú veist, hvernig framtíð býður hópsins ef hann stækkar alltaf sem ekki að skila og ná árangri? Við sem samfélag höfum bara ekki efni á því. Samanlega, en hvað kostar þetta mjöl?
Þetta kostar fleiri fagmenntaða kennara. Já. En þú getur og ekki þetta kostar meira námsefni. Ég skal bara grípa aðeins boltan, sko. Ég get ekki sett vermiða á það sem við þurfum að gera í skólastarfinu, en ég veit að það er töluvert sem við þurfum að gera, og tökum bara þá þetta dæmi sem við erum að tala núna. Við erum búin að vera að ræða hérna um grundvallaratriði sem dæmi, sem er mönnunin. Ég veit ekki hvað það kostar að manna skólana kennurum með réttindi á næstu árum. Ég veit hins vegar að í dag snýst það ekki alveg beina peninga. Auðvitað hafa þeir áhrif. Máli snýst það að svara spurningunni af hverju vantar okkur á síðastliðnu ári 20% að kennurum með réttindi inn í skólastarfið okkar. Ég fullyrði að stór partur af þessari prósentu er til. Þeir eru bara að sinna á öðrum störfum. Já, ég fylgst með kjarabaráttu kennara bæði í Bandaríkjunum og í Bretland, það er svona eins og maður gerir bara. Og ég hef tekið eftir því að þeir eru ekki bara að fara fram að hærri laun, því að það gæti hljóma eins og þú varum með ræðum að við hækkum bara laun og þá komum við inn aftur. Það er ekki bara það. Nei. Því að þeir eru líka að biðja auki stuðningsnet inn í skólanum. Þeir eru bara aukna bækur með sér það á spjöldunum. Þakka hópastarfir. Þetta er einhvern veginn alltaf þessi mótsögn sem að kennarar eru ískilur. Þeir eru í sinni kjarabaráttu vissulega, eðlilega, en eru svo alltaf líka talum það sem þarf til að bæta í kerfinu sem að ætti kannski ekki að vera og á ekki að vera tengt þeirra kjarabaráttu. Hver ætti annar að vera að reka á eftir skólastefnu fagfélag og kennara? Hvað er raddir foreldra að gæta þess að börnin fái námsefni við hæfi, að þau fái þá þjónustu sem þarf að veita? Ég held að við sem samfélag, við þurfum að taka þetta saman. Þetta er ekki einkamál kennara. Ég held að þið mættu móta kröfunar og ég held að þið myndu fá foreldra með ykkur. Það er ekki foreldra sem móta kröfunar, þá fáum við svona kröfur eins og hafa verið í sumar sem að segir ég vil bara fá einhvern á barninu þannig ég viti hvað er að kaupa bestu menntuna fyrir barnið mitt. Nei, sko, þetta er það sem ég var alltaf akkurat að segja, sko. Það snýst ekki bara hvað stendur á launatekanum. Það snýst það að við svörum þessari spurningu nákvæmlega sem að þú varst að í að starfsumhverfi, starfskilyrði og alls konar þættir spila þarna inn í. Við þurfum í raun og vera að svara þeirri spurningu sem samfélag. Af hverju eru skólarnir ekki samkeppnishæfir vinnuafl menntara kennara sem eru til í samfélaginu þó að það vanti? Af hverju eru þeir að leita annað? Og við þurfum að svara því saman, samfélagið. Við höfum ekki lausnina innan skóla, bara skólafólkið. Við þurfum að fá samfélagið með okkur. Þið þurfum að svara því og leita svo samþykkis okkar hinna. Þið eruð sko... Þess vegna er bara gott að umræða komist í gang. Þess vegna er svo fínt að ræða þetta. Og það var að taka þetta samtal lengra. Við erum að ræða þetta. Þegar ég held að stjórnmálaflokkandi muni ekki gera þetta. Þeir eru svo veikar hugveitur að þeim getur ekkert í hug. Það taka bara upp það sem að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins stíga upp á. En það má velta fyrir sér. Er það bara samfélagið ekki að hlusta á það sem við höfum verið að tala undanfarin ár? Við höfum verið að tala alveg skýrt það að við þurfum meira fagfólk inn í skólana. Við þurfum fleiri til að koma að skólastarfinu með okkur. Það hefur áhrif á starfsumhverfi kennara ef að svarið er ekki að koma og menn standa alltaf einir og fá ekki þá aðstoð sem þarf til að bjarga börnunum. Við erum að tala námsgögn. Það hefur verið algjör þurrð í því sem við þurfum til þess að sinna lögboðinni skyldu okkar. Við höfum verið að benda á þetta líka. Við höfum verið að benda á það að það þarf líka aukna þjónustu eða samstarf frá háskólunum, frá löggjafanum. Miðstöð menntunar og þjónustu er vissulega ný stofnun sem lofar góðu, en fyrir 2 eða 3 árum var lögð niður menntastofnun og engin stofnun starfaði í nánd við okkur í grunnskólanum síðustu 2-3 árin. Við kölluðum á það og það er svona ýmsir þættir sem að við höfum verið að hrópa innan úr skólanum að þurfa að bæta og við erum að kalla núna til samfélagsins það. Tölum aðeins að því þú sagðir það kostar svo mikið. Ég sagði ekki að kostar, ég var að spyrja bara hvað kostar það. Já, tökum bara sem dæmi stöðun í dag, að því að við heyrum það líka í þessum háværu röddum að grunnskólakerfið okkar kosti svo mikið í dag að við séum bara hljótum að vera að nýta alla peningana vitlaust. Við erum Örland. Við erum sko Örland, 400+ hérna í mjög dreifbýlu landi og vissulega kostar grunnskólastarfið töluvert en 28% af vergri þjóðarframleiðslu á Íslandi kostar að reka grunnskólan í dag. Meðaltalið í OECD-ríkjunum er 27%. Ekki 27% af vergri landsframleiðslu? Af vergri landsframleiðslu, jú. En bara sem dæmi,
Það munar sára litlu. Skólastarfi í grunnskólum í Íslandi ætti að vera töluvert miklu dýrar að mínu mati þegar við erum að reyna að halda þess úti eins og við erum að gera í litlu landi með okkar fjölda. Við þurfum bara átt okkur á því. Það kostar að vera fámenn. Það er aldrei farið fram svo umræða hvað kostar sko. En við þurfum að taka þessu umræðu. Við erum fámenn. Ef við ætlum að bjóða algjörlega upp á gæða þjónustu, þá þurfum við bara að kosta því til sem þarf. En eitt sem hefur verið sagt núna út af því að komið svona krísa og þá kemur fram að það er bara miklu meira álag á kennurunum og miklu meiri verkefnin í skólanum og það er út af því að við viljum hafa skólan aðgreiningar og svona og þá komur rættur og segir að það ekki bara mistök að hafa skólan aðgreiningar, er þetta ekki bara allt og dýrt og verður ekki bara bakka tilbaka? Það sem að kennarar hafa nefnt og rætt til langstíma er að hversu misheppnað það var að setja þetta á og láta ekki fylgja fjármagn og sérfræðinga af því það er það sem þarf að það er enginn sem að mótmælir þeirri frábæru hugmynd að skóli eigi að vera fyrir alla en í framkvæmd er þetta flókið en kennarar eru allir að vilja gerðir og ég get alveg sagt að kennarar eru hörkutól en við erum að kraftaverk hverjum degi. Já, það er þannig. En þeir eru samt að lýsa eins og þetta sé sko verkefni sem er eiginlega dæmt til að mistaka sig þess að það var ekki látið fylgja fjármagn. Það er víða pottur brotin í okkar starfsumhverfi að það er engar ýkjur og ef að við fengjum fleiri sérfræðinga, ef að stuðningsnetið okkar væri styrkt innan skólana að þá getum við gert töluvert mikið betur. Og það er eftir svona vert að hafa skólanagreiningar. Já, við þekkjum bara sko svo skýr dæmi þar sem þetta hefur gengið upp, þar sem að hefur tekist að bæði manna og fjármagna úrræði í kringum börn í miklu vanda. Og hvað er það? Það eru einstök dæmi, maður getur ekki nefnt skilur einhvern sigga hér eða þar, en ég meina ég bara hef starfað við þær aðstæður í litlum skóla þar sem við höfðum aðgang að fagfólki, þar sem var starfandi talmeinafræðingur, sálfræðingur innan skólans, fagfólk sem gat gripið verkefnin með okkur kennurunum og við sáum bara svo skýrt hvað þetta kom ákveðnum börnum langt áleiðis og hvað þau eignuðust betra og innihaldsríkara líf og samfélag við sína skólafélaga af því að þau fengu þann stuðning sem þurfti. Ég hef upplifað þetta líka og til þess að þetta virki þá þurfa úrræðin okkar að vera í lagi og það getur ekki verið þessi langa bið af því að úrræðin eru partur af heildarmyndinni. En það er náttúrulega samt sem áður líka einstaklingar sem þrífast ekki í skóla án aðgreiningar í sínum heimaskóla. Vissulega, það eru alltaf einstaklingar sem þurfa sérúrræði. Frekari sérstök úrræði og við höfum kannski ekki alveg verið nægilega dugleg sem samfélag að horfast í augu við það og segja, heyrðu, jú, við þurfum líka að hafa hérna önnur. En að því við erum oft með þau úrræði fyrir fötluð börn en því miður vantar okkur betri og meiri úrræði fyrir börn sem eru þá með geðheilbrigðisvanda. Einmitt. Þannig að það er líka það sem er ofta tíðum að buga skólafólki. Já, og þá komum við aftur niður á það líka að hafa fagmenntaða kennara í hverju stöðu að það umbreytir stöðinni. Að fólk sem hefur tilskilið réttindi og hefur uppeldisfræðilegan grunn í sinni menntun að það breytir því hvernig við getum tekið utan nemendur. Og svona umræðan leiðbeinendur, ég veist að við höfum örugglega mörg hver byrjað hafið okkar starfsferil sem leiðbeinendur en ég hef áhyggjur af því að ég veit til þess að fólk sem er að klára grunnskólakennarafræðin að það er byrjað að vinna við störfin ansi snemma og jafnvel í fullu starfi með námi þannig að við erum kannski farin að keyra fólki í álagið áður en það er búið að útskrifast. Það er samfélagslegu vandi. Já, mér finnst það vera umhugsunarvert. Náðu þess ekki, er í fullu starfi með námi? Já, að við erum að ráða inn leiðbeinendur sem að fá undan þá að því þau eru ekki búin að klára námið, leiðbeinendur sem að margir hverjir enda sem virkilega góðir kennarar. En ég hef hugsað þetta oft upp á síðkasti hvort við séum að í rauninni ýta álaginu inn á þeirra borð áður en þau eru útskrifið úr náminu. Við þurfum að hugsa þetta svolítið. En það er líka rosalega mikilvægt við séum þá með þessa leiðsögn innan skólans. Mér langar þá að grípa þennan vingil af því að við sem störfum í skólastarfinu og kannski þá sérstaklega stjórnendur við upplifum þá oft að þessi hort til skólan okkar kannski sem annarsflokks vinnustöðar og við íðum að því áðan til dæmis af hverju ná ekki að vera samkeppnishæf starfsfólki, af hverju fer það annað.
við vitum það öll, það sem skiptir máli og við tölum ekki börni núna, heldur bara starfsfólk skólan hérna fullorðnu, að við vitum það öll að á vinnustöðunum að þá þurfum við ákveðna þjónustu, við þurfum ákveðna stuðning eins og við erum í sem nauðsynlegur. Grunnskólarnir eru hugsaðir einhvern veginn allt öðruvísi af ráðamönnum í dag vegna þess að innan grunnskólan í dag, við tökum bara sem dæmi, við taka bara þokkalega stóran skóla sem með svona 120 starfsmenn. Í þessum skóla, í svona venjulegum fyrirtækjum sem maður sér á markanum bara og almennt líka hjá bæjónum, sveitafélögunum, að þá er það ekki tiltökumál að vera með jafnvel mannustjóra innan fyrirtækjana eða fólk sem er að efla mannauðin sem er að sinna störfunum. Í skólum landsins það þannig að það eru stjórnendur, skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, deildarstjórar sem hafa það hlutverk að vera með stefnumótunina og faglega forystu og bera ábyrgð á rekstrinum innan skólana. Þeir eiga líka að sinna fjárveitingavaldinu sinna því að allt passi nú þegar upp staðið. Þeir eiga líka að vera mannustjórarnir. Þeir eiga að hafa sem sagt með höndum það sem í öðrum fyrirtækjum er fagmennta fólk til að sinna líka þeim mannauði sem á að mennta börnin okkar. Og þetta gengur á þann hluta skólastjórastarfsins sem ætti að vera fagleg forysta. Nákvæmlega og í könnunum, af því að mjög að vísa til þess, við höfum verið að fylgjast með núna og gerðum ítarlega könnun í vor. Þetta er nákvæmlega það sem að stjórnendur til dæmis í grunnskólanum hjá okkur kvarta núna mest yfir. Þeir fá ekki tíma í dag til að sinna faglegu forystu hlutverki sínu innan skólana til þess að styðja við og vinna með sínu starfsfólki því að svona aðrir þættir eru bara að drekja þeim. En það er ekki hort á þetta. Við höfum að vekja athygli á þessu stöðut stjórn félagsins, skólastjórafélagsins og fleiri, hvað það er gríðarlega mikilvægt að við fáum þarna aukna starfsemi inn til þess að styðja við fólkið okkar vegna þess að við erum líka margt af fólkinu eins og verður að þeirra yfirkæra sig og það þarf það stuðning, það þarf handleiðslu en það á skólastjórinn að gera svona aukreitis og því miður. Þannig að skólarnir eru stundum í mínum huga eins og einhvers konar annarsflokks fyrirtæki þegar kemur að því að ráðamenn þurfa átt að sjá því hvernig þeir geta elt þessar stofnanir sem sannarlega þó eru stærstu stofnanirnar í hverju sveitafélagi og velta mestu fjármagni og svo framvegis. Og mikilvægstu stofnanirnar í hverju hverfi og skildum við ætla. Herðu, það er gaman að tala við ykkur. Mér datti eitt í huga því að við erum að tala hvernig skólinn var þegar við vorum ung. Þú veist að tala að það hefur verið breyting í skólanum fyrir 15 árum. Ég var að vitna þessari breytingu þegar ég var 11 ára, 1972, þegar Ingvar Sigurgeirsson kom inn í 11 ára bekki minn, rétt rúmlega 20 og umbreytti skólastofunni. Við sátum öll svona í einhverju röð og horfðum á einhver kennara og eftir smástund var þetta orðið svona 4 borð saman og það var orðið upp alla veggi, einhverju umbúðapappir með einhverjum verkefnum og við settum Íslandsklukkuna og sömdum bekkjarsöng og eitthvað fleira. Hann kom sem aflýsingarkennari. Þannig að það þarf ekkert að sannfæra mig það að galdurinn í skólakerfinu er kennarinn. Því að við getum rétt ímyndað einhver umbreytinguna sem að var. Já, svo að því að okkur tíðrætt skólastofuna, kennslan fer náttúrulega ekki bara fram inn einhverja 4 veggja. Við erum búin að sprengja þá utan á okkur og notum nærumhverfi skólana og alla mögulega hluti. Og því að þú veist að ég þegar nú heyrt þessa sögu líklega áður að því að var að tala fleiri en einn kennara kannski í stofu og eitthvað fleira, þá var mér sagði þessi saga þannig að þetta hefði verið eitthvað starf í Bandaríkjónum, verið skóli þar sem að var svona vöxtur í hverfinu, alltaf koma fleiri nemendur og skólinn sprunginn og skólastjórinn segir þá við bara verðum að fara að kenna í gamla leikfimisalnum sem er náttúrulega óboðlugur öllum og er einhver inni sem að myndi treysta til að fara með bekkirlinn þangað og það réttir einhver úr hendina og fer með hann þangað og svo árið eftir er ekkert búið að byggja. Þannig að það segir, ég sé enga aðra lausn en að vera bara með 2 bekki saman í gömlu skólastofunni og er eitthvað sem að myndi vilja kenna þar með honum gym og það réttir ykkur upp hendina og þau faraðan inn. Og það reyndist vera svona frábært skólastarf sem að fór það fram. Ástæðan var ekki endilega að það voru 2 þarna og stærri hópur. Ástæðan að þeir sem rétt upp hendinu voru náttúrulega bestu kennararnir sem voru til í að breytast. Já, en samt þessi hugsun að því að þú búið að nefna teymisvinnu og annað, þetta er
gjör ólíkt vinnuumhverfi að vera að vinna með fólki í teymi sem ber sameiginlega ábyrgð á nemendahópi og geta átt þetta samtal verkefnin, nemenduna, lausnirnar og þetta dreifir álaginu og býr líka til faglegra starf, það allavega mín reynsla. Það er þú veist ekki að samfara okkur blaðamenn því að þegar við komum inn á ritstjórn þá lyftist allt upp, bara möguleikarnir og þetta er svona erfitt að útskýra þetta en að þetta er bara spurningum svona En vissulega er þetta verkefni líka vegna þess að teymi þurfa að virka vel saman og það er alveg vinna fyrir fólki sem er að vinna saman að búa til þennan sameiginlega sáttmála það hvernig vinnubrögð ætlum við að sammælast að hafa og slíkt, það er ekkert alltaf þannig að smellur saman. Og þú bentir raunverulega á þetta, Kristín, þannig að tala hvernig kennararnir brugðust við í COVID, hvað er raunverulega mikill sköpunarkraftur og geta og segla inn í kerfinu til að mæta ólíku, en við bara sjáum þetta sjaldan, það var til dæmis sami heilbrigðiskerfinu, það var búið til dagdeild COVID sem var eiginlega rekin í gennum síma og eitthvað fleira, þannig að það var bara búið til, bara dreigið upp úr okkur hatti innan úr stofnununum, en samt alltaf verið að kenna okkur það sé engin nýsköpun mögulega inn í stofnununum, þetta verður nýsköpun að eiga sér stað undir forystu einhverja svona entrepreneurs sem að reyna svo að vera einhverju týranar þeirra á reyni. Það er engar ýkjur að við lyftum grettistaki á COVID-tímum. En við þurfum kannski líka bara að vera duglegri að sína og segja frá því góða starfi sem á sér stað innan veggjarskólans og bjóða foreldrum og fólkinu velkomið að koma og sjá. En við kynna líka ágallana sem eru og að það sé þurfi raunverulega samfélagslegt átak. Algjörlega. Við þurfum gagnrýna umræðu Við nefndi að tannlæknar voru í þegar ég var, akkurat að það hefði verið. Það var að það var að koma kynslóðin sem að lifði á keksinu og þú veist, það var að breyta matræðinu og tannskemmtunum voru komnar og líklega bara var það nauðsynlegt fyrir kennarana að það væri tannlæknir inni þannig var ekki að kenna fólki sem væri með tannpínu. Algjörlega, en við þurfum gagnrýna umræðu skólastarf. En öðruvísi bara verðum við ekki betri til framtíðar en við þurfum eins og framkjöfni hér, við þurfum meiri og benda á það sem er gott. Við þurfum líka börnin okkar, þau þurfum að heyra jákvæða umræðu vinnustaðina sína. Skólar eru vinnustaði barnana og ef að það er stöðugt hljómandi neikvæð umræðu í eyrum barnana, ætlust við þá virkilega til þess þau mæti til starfa með jákvæðu hugafari. Það er að grafa undan kennarunum. Já, sko ekki kennaranum heldur bara vinnustað barnana, þau þurfa að hafa jákvæða væntingar til skólan síns og að þangað getur komið inn og blómstra en ekki þessi búið að rífa það niður. En við höfum ekkert endilega heldur að ala neitt upp í því að það getur ekki hægt að bæta vinnustæðin, en við verðum að gefa börnunum okkar skilabóð það að vinnustæðin þeirra, skólanir, eru frábæri vinnustæðir. Þá komum við svolítið aðeins með virðinguna. Virðingu fyrir skólanum, fyrir kennurunum og öllum þeim sem koma þar að. Ég fór til Finnlands í vor og var að kynna stefnur og leiðir í Stapaskóla fyrir heilu samfélagi þar og ég var alltaf að spyrja og hvernig er þetta finnska leiðin, af hverju eru þið með þennan árangur og svo framvegis. Þau eru alveg sömu vandamólu við, fjölbreytta nemendahópa og allt sem við höfum talað hér. En þá velti ég fyrir mér að er það virðingin? Þú veist, í Finnlandi er náttúrulega herinn. Þú ert alin upp á ákveðin hátt. Þú berð virðingu fyrir þeim sem eru eldri, sem við öll gerðum einu sinni sem hefur breyst til muna í dag. Erum við virkilega að tala virðingu skólana, það sem á sér stað? Við getum stundum alveg bitið í tunguna á okkur sem foreldrar en talað upp skóla barnsins okkar, þó við séum kannski alveg sammála í því sem að barnið segir. Þetta er bara, ég held að við séum verðum mæta matið í samfélaginu svolítið skakt, það er bara peningar eru eini mælikvarðin og þar leiðandi er það bara komið, þannig að það er því miður. En það er gaman að fá okkur hingað á svona kennarafund. Þorsteinn, Mjöll, Gróa og Kristín, kæra þakkir. Þetta var umræðan grunnskóluna að sinni, við ætlum bara að taka þessa sirpu núna í þessari viku svo höldum við áfram að fjalla skólamál í framhaldinu. Á morgun ætla ég að tala tónskólana. En framöndan hér á Rauðaborðinu er allt annar kafli í leit okkar að einhverjum skilningi á þessu samfélagi. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.